Jesú, hvernig hann birtist okkur. En ég ætla að vera með predikun í dag og hún ber yfirskriftina Guð er með bestu lausnina. Og ekki bara bestu lausnina, heldur hann er alltaf með bestu lausnina. Það er eitthvað bila hjá okkur svona kerfi hérna. En við skulum byrja í dag í Bandaríkjunum. Heima hjá lítillis fjölskyldu sem lifði ósköp venjulegu lífi. Þar til daga einna heimurinn virtist hrynja yfir þau. Og ástæðan, orð sem komi frá læknunum þeirra. Dóttir ykkar er með krabbamein við heilann. Skelfileg orð að heyra. Þau stóðu skyndilega í sporum sem enginn vill upplifa. Öll framtíðar áform hrundu á augabragði og algjör óvissa tók við. En þó að hálfgerð ringulreið og óvissa yfirtæki huga þeirra foreldrana var Lóra eða Lára litla ekki nokkrum vafa hvað bæri að gera við slíku fárviðri. Því hún átti svolítið sem ekki öll börn eiga og það er lifandi trú á Guð. Og alveg frá fyrsta degi veikinda hennar bað hún til Guðs og foreldra hennar með henni. En hún lét ekki þar við sitja heldur fékk fleiri til liðs við sig. Lára var ákveðin ung stúlka og bænir hennar voru einnig ákafar. Það var á einni slíkri stundu, bænastundu, sem foreldra hennar ákveðu að tala við hana þegar þau sáu hversu heitt hún trúði því að Guð myndi lækna hana. Að Guð myndi koma inn í hennar kringustæður. Það var erfitt að upplýsa litlu stúlkunum það að Guð svaraði ekki alltaf eins og við viljum. Nei, ég veit, svaraði Lára alveg hæl, en Guð er alltaf með bestu lausnina. Skyldi þetta hafa verið upplifunin hjá Jósef? Skyldi Jósef hafa gert sér í hugarlund að hann var það bil að verða þáttakandi í bestu lausn sem getur? Jósef vissi ekki annað en að hann væri að fara að giftast konunni sem hann elskaði. Hann sem var búinn að sjá fyrir sig framtíðina með þessari yndislegu og fallegu konu. Þá hrundi allt. Konan sem hann elskaði tilkynnti honum að hún væri ófrísk. Og ekki bara eftir einhvern kallmann, heldur reyndist hún þunguð af heilugum anda. Einhverjum myndi nú ekki finnast þetta flókið að takast á við í dag. Ef karlmaður fengi slíka tilkynningu í dag, myndi hann eflaust prísa sig sælan að vera laus við slíka konu og telja hana aðeins að rugla fyrir sinn smekk, án þess að ég ætla að fara að dæma einhvern eða fullyrða eitthvað, eða alhæfa eitthvað hér. En þetta var ekki raunin hjá Jósef. Og vissulega þurfum við að setja okkur inn í tíðarandan til þess að geta sett okkur í spor Jósef. Jósef var grandvar maður, eða réttlátur maður, eins og segir í orði Guðs. Það var tekið eftir honum og hann virtur af fólkinu í heimabæ sínum. Því hefur þetta komið enn verr við hann en ella slíkar fréttir. Jósef stóð frammi fyrir erfiðum ákvörðunum og vali eftir að hann komst að því að María væri ófrísk, því Jósef vissi hvað mætti gera við slíka konur, ef upp þær kæmast. Hann las ritningarnar og hann vissi hvað sagt var í Mósebókunum. Og þar segir í 5. Mósebók 22. kaflanum versi 20-21, en ef það reynir satt og sönnur verða eigi á það færðar að stúlkan hafi hrein megi verið, þá skal fara með stúlkuna að húsdýrum föður hennar og borgarmenn skulu lemja hana grjóti til bana því að hún hefur framið óhæfu verk í Ísrael með því að hórast í föðurgarði. Okkur finnst þetta harður dómur á ungri konu, en þetta voru tímarnir sem Jósef lifði á. Þetta var það sem hann þurfti að horfast í augu við. Einhver ringulreið hefur myndast í huga Jósef og hann talið hann ætti bara 2 möguleika, eða 2 valmöguleika. Annar var að skilja við Maríu hljóðlega, svo lítið bæri á, en hinn væri að hún yrði grýtt. Jósef gat ekki hugsað sér seinni möguleikan, þannig að hann
réði það með sjálfum sér að skilja við hana í kyrrþey. Jósef gleymdi að Guð hafði þriðja möguleikann og það var að giftast henni. Jósef þurfti vitrun frá Guði til þess að ná þessi möguleika og engillinn hans birtist honum og sagði við hann: Óttast ekki að taka til þín Maríu, heitkonu þína. Barnið sem hún gengur með af heilugum anda. Miðað við kringumstæðurnar að þá hefði þessi möguleiki ekki komið upp í huga Jósef. En Guð sýnir okkur að það eru oftar en ekki fleiri möguleikar í boði en við höldum. Af hverju skyldi engillinn hafa sagt honum að óttast ekki? Jú, Jósef var maður réttlátur eins og komið hefur fram og vildi gera rétt og framfylgja lögum og reglum samfélagsins. Hann vissi að það yrði erfitt að fara á móti því sem samfélagið krefðist. Og hann vissi líka að mannorð hans mundi verða fyrir álitshnekkji. Þetta vissi Guð. Þess vegna sendi hann engilinn til þess að hughreysta hann með þessum orðum: Óttast þú ekki. Með allar þessar hugsanir og meira að segja eina hugsun til, hvað það yrði niðurlægjandi fyrir hann að taka Maríu til sín, að það ákvað hann að hlýða röddu engilsins og giftast henni. En engilli var með fleiri fyrirmæli til Jósef en þau voru: Hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa líf sinn frá syndum þeirra. Jósef fékk það hlutverk að gefa Jesú nafn, en þannig var það í þá daga að þegar karlmaður gaf barni nafn, að þá var hann að viðurkenna sjálfan sinn sem föður barnsins, eða hann gekk honum í föðurstað. Og eins og segir í 25. versinu: Hann kenndi hennar ekki fyrr en hún hafði alið son og hann gaf honum nafnið Jesú. Allar hans gjörðir sýna okkur allavega 4 aðdáunarverða eiginleika sem í fyrsta lagi: Hann var maður réttlátur. Í öðru lagi: Hann var nærgætinn og tilfinningasamur. Í þriðja lagi: Hann var ábyrgðarfullur gagnvart Guði. Og í 4. lagi var hann agaður. Guð þekkti hvaða mann Jósef hafði að geyma, hvaða eiginleika hann hafði yfir að búa, og nú var Jósef og María það bil að ganga inn í það hlutverk að taka á móti bestu lausn sem getur í allri veröldinni. Og þau áttu að vera umsjónarmenn þessa ljós, að gæta að því, að vaka yfir því með Guðs hjálp. Jósef fékk alla tíð að finna fyrir niðurlægingunni af þessari ákvörðun sinni, eins og við getum séð og lesið í Markusi 7. kaflanum. En þar segir, eftir að Jesús var orðinn fullorðinn maður: Þaðan fór Jesús og kom í ættborg sína og lærisveinar hans fylgdu honum. Þegar hvíldardagur var kominn tók hann að kenna í samkundinni og þeir mörgu sem áhlýddu undruðust stórum. Þeir sögðu: Hvaðan kemur honum þetta? Hver svo speki sem honum gefin og þau kraftaverk sem gjörast fyrir hendur hans? Þetta ekki smiðurinn, sonur Maríu? Bróðir þeirra Jakobs, Jósi, Júdasar og Símonar, og ekki systur hans hér hjá oss? Og þeir hneykslaðust á honum. Þótt fólk hneykslaðist, hvíslaðist á eða niðurlægði þau á einhvern hátt, að þá stóð Jósef alla tíð með ákvörðun sinni að ganga Jesú í föðurstað hér á jörðinni. En þannig það að fylgja Guði getur oft haft það í för með sér að snúa frá auðveldari og þægilegri leið, frá vegum þeim sem heimurinn hefur aðhyrst. Hin uppljómaða leið mun ekki alltaf reyna svo auðveldasta eða þægilegasta, en engu að síður hún alltaf svo besta. Jesús sagði sjálfur
hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Því hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því, og hver sem týnir lífi sínu vegna mín og fagnaðar erindisins mun bjarga því. Þannig lifði Jósef og María í þessum sannleik og þannig lifði Lára litla í sínum veikindum. Í 3 ár barðist Lára við veikindin sínu með öllum þeim verkjum og óþægindum sem því fylgdu. En aldrei lét hún bugast og alltaf hélt hún nafni Jesú á lofti hvert sem hún fór. Allir sem komust í kynni við hana fengu að vita að hún ætti sér lausnara og að það var í Jesú. Á undraverðan hátt náði Lára að koma boðskapnum frelsarann Jesú Krist til mörg þúsund manns. Þegar hún fékk tækifæri á því að vera með vitnisburð í sjónvarpi. Þannig fékk Guð tækifæri til þess að snerta við gífurlegum fjölda fólks í gegnum þessa litlu stúlku sem þreyttist aldrei á því að segja öðrum hvað hún elskaði Jesú mikið. Að þessum 3 árum liðnum heiðraði Guð bæn Láru og læknaði hana að fullu og öllu af hennar veikindum. Guð með bestu lausnina. Hún getur verið sár, hún getur tekið í og verið erfið. En ef lausnin kemur frá Guði, þá það besta lausnin. Þetta fengu Jósef og María og Lára litla að upplifa og þannig hafa margar milljónir manna allan heim komist að sömu niðurstöðu. Að Guð hefur alltaf lausn. Og þannig var það þegar Guð gaf mannkyni son sinn fyrir meir en 2000 árum síðan. Fólkið hafi beðið Guð lausn. Það hafði hrópað á frelsun undan ánauð, en þeir höfðu ekki beðið samkvæmt Guðs vilja, heldur verði minn vilji. Því fór það svo að þegar Guð færði mannkyninu bestu lausnina, þá var fólki ekki tilbúið að taka við henni. Því það hafði ákveðnar hugmyndir það hvernig Guð ætti að svara bæn þeirra. Þau báðu konung, eðalborinn, fæddur á réttum stað og alinn upp af mikilsmetnu fólki. En í staðinn fengu þau barn, en barn sem fæddist í fjárhúsi og framhaldið hefur þegar verið sagt hér. Það voru margir sem gátu ekki sætt sig við þetta bænasvar og tekið á móti slíkri gjöf og slíkri lausn. En lof sé Guði að það voru einstaklingar sem opnuðu hjarta sitt fyrir ljósinu þetta kvöld. Þar á meðal voru það fjárhirðar út í haga og síðar komu vitringar, ríkir menn sem sýndu Jesú lotningu og færðu honum gjafir, menn sem voru sannfærðir í hjarta sínu að þetta væri sá konungur sem koma ætti og hann einn væri að tilbiðja. Þannig hefur Guð sýnt okkur að allar stéttir manna hafa fengið og fá sama tækifæri til þess að taka á móti lausnaranum, ljósinu eina sanna sem Jesú. Það bara undir hverjum og einum komið, hvort að hann eða hún treysti því að Guð Faðir hafi gefið bestu lausnina. Guð gaf von inn í dimman heim þegar Jesús fæddist. Ljósi sem birtir okkur sannleikan Guð. Ljósi sem ýtir burt öllum ranghugmyndum og villum sem hafa sest að í huga okkar. Eins og Jesús sagði sjálfur í Jóhannesi 8. kaplanum og 12. versinu. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri. Þannig ber okkur sem þegar hafa tekið á móti ljósinu að vera hreyfanleg og ganga og bera ljósið áfram til þeirra
sem enn hafa ekki heyrt að Guð gaf bestu lausnina og hún í Jesú. Jósef og Maríu var falið að varðveita og vera umsjónarmenn ljóssins. Eins ber okkur að gæta ljóssins. Það kærleikans í hjörtum okkar. Guð á fólk alla jörð. Fólk sem heldur kyndlinum á lofti og lyftir Jesú nafni hátt. Fólk sem flytur öðru fólki fagnaðarerindið og lætur ekki hvísl, hneykslun eða niðurlægingu hafa áhrif á sig, heldur stendur með sinni ákvörðun að afneita sjálfum sér, taka sinn kross og fylgja Jesú, hinu eina sanna ljósi. Við, kæru vinir, komum ekki saman bara á aðventunni eða á jólunum til þess að minnast þessara atburða. Heldur komum við oft saman allt árið kring til þess að rifja upp allt það sem Guð hefur sagt og lofað okkur. Og eitt af því að dag einn mun birtast hér í skýjunum, frelsara okkar og lausnari, Jesús Kristur konungur konungana og drottinn drottnana. En eins og segir í Mattheusar 24. kaflanum og 30. versinu: og menn muni sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Já, við erum að bíða eftir því að konungur alheimsins, Jesús Kristur, birtist hér í annað sinn, í skýjum himinsins og þá til að sækja sitt fólk. Fólk sem hefur lagt allt sitt traust á hann. Fólk sem hefur gengið með Jesú hér á jörðinni og þráir ekkert heitar en að halda áfram þeirri göngu í eilíða ríki Guðs. Fólk sem treystir því að allt orð Guðs sé sannleikur. Skrifa til okkar frá kærleiksríkum föður á himnum, okkur til blessunar, uppörfunar og hughreysingar, að dag einn munum við fá að upplifa það sem Jóhannes fékk að sjá í sýn og ritað í Opinberunarbókinni 21. kaflanum. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður að himnist frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Hefur þú gert þér grein fyrir því að þú gætir verið að missa stórkostlegasta atburði sem framundan endurkomu frelsarans? Eða ætlar þú að vera ein af þeim mörgum milljónum manna, kvenna og barna sem get ekki hugsað sér annað en að vera þáttakandi í endurkomu lausnarans? Ekki hugsa þetta með sjálfum þér. Leitaðu drottins í bæn og hann mun leiðbeina þér. Mundu bara að Guð alltaf með besta svarið og Guð alltaf með bestu lausnina. Við skulum biðja saman, vinir. Kæri himneski Faðir, elskulegi Faðir, við þökkum þér fyrir það sem að þú gafst okkur, drottinn minn, Jesú Kristinn, einkason, drottinn minn. Og elskulegi Faðir, við biðjum þess, sérstaklega núna yfir jólamánuðinn, drottinn minn, þar sem að þessi boðskapur boðaður út, að fólk mætti taka við þessari gjöf, mætti opna hjarta sitt fyrir nærveru þinni og blessunum, drottinn minn,
og halda áfram að ganga með þér, ekki bara staðna við litla barnið í jötunni, heldur halda áfram að ganga með þér. Elskulegi Faðir, við biðjum þessa að við hér í Boðunarkirkjunni, Drottinn minn, mættum undirbúa fólki fyrir endurkomu þinni, Drottinn minn, til jarðarinnar til þess að sækja fólkið, fólk sem hefur treyst á þig, fólk sem vil fá að lifa með þér alla eilífð, Drottinn minn. Ég bara legg þetta allt í þínar hendur, ég legg hvern og einn sem að hlusta, hvern og einn sem hér inni, Drottinn minn, í þínar hendur, og ég bið þess að hverjum degi mættum við koma fram fyrir þig, leita til þín með allar okkar áhyggjur og hvort sem það eru smátt eða stórt, Drottinn minn, hvort sem það bara í venjulegu lífinu okkar eða sem að við kemur eilífa ríkinu, Drottinn minn, að við mættum leita þín í einu og öllu, því að við vitum að þú ert alltaf með besta svari og bestu lausnina, Drottinn minn. Í Jesú nafni bið ég og þakka.